Velkomin, góðan daginn. Hvað segirðu gott, Óskar? Ég tala bara í þetta. Já. Tveir loðnir. Já, við gerum það. Við tölum bara í þessa mikrofóna og svo spjöllum við bara daginn og veginn. Já, ok. Ég skil. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segirðu gott? Bara alltaf vína, en þú? Ég segi bara alltaf ágætt. Hvernig þetta sumarfrí búið að fara með þig? Við náttúrulega ekki búin að spjalla í mánuð. Við höfum bara ekki talað saman í mánuð. Við höfum ekki talað saman. Ég er búin að koma ógeð á Óskari. Það var smá rifrildi, það var smá drama. Smá drama og svoleiðis. Og svo sögðu bara, heyrðu, við eigum lítið barn. Við eigum lítið barn, Óskar. Við eigum hérna 2 lóðina. Já. Við þurfum að hugsa það. Við verðum að sinna því, sko. Við þurfum að sinna litla barnin okkar. Nákvæmlega. Þannig að, hvað segirðu bara annars? Hvað segirðu gott? Bara frábært. Hvað segir þú gott? Ég segi bara alltaf ágætt. Nei. Hvernig mánuður búin að vera? Náttúrulega, það sem gerðist þegar við hættum er að það fór bara allt á hausinn í samfélaginu. Já, það er búið að fara aftur á hausinn. Já. Við vorum komnir á gott ról á tímabili, sko. Já, við vorum bara, COVID var bara þannig að sé búið og svo hættum við og þá bara fór þetta allt á flug aftur. Já. Við þurfum bara, við getum ekki tekið okkur pásu greinilega. Það fer alltaf flug. Já. Fer alltaf flug. Fólk var geðveikt og svo náttúrulega hluti sem maður má ekki tala um og þannig að við bara erum konur aftur til að laga allt sem maður er að, sko. Nákvæmlega. Já. Nákvæmlega. Sástu konuna sem var þarna öskrandi á... Já, til dæmis. Já. Það magnað, sko. Ég bara trúði ekki að þetta væri að gerast. Ég vissi ekki að þetta væri til. Nei. Á Íslandi. Ég held að við værum öll svo saman, svo vinir. Ég held það líka, sko. Ég held að við værum öll vinir í skóginum okkar. Nei, greinilega ekki. Greinilega ekki. Við erum bara að mæta og tala við ólíkta konur að bólusetja sig ekki. Já. En við erum ekki hérna til að tala um bólusetningar eða bónus í Korputorgi er að loka. Ég las það þetta. Já. Shit. Ég hef aldrei verslað þar. Já, samt þetta sjokki. Já, ég er í sjokki, sko. Sko, ég fór þarna einhvern tímann og þetta var bara æðislegt, sko. Já. Bara ógeðslega mikið pláss, ógeðslega mikið af vörum og... Já, rosa þægilegt að versla þarna. Það var mega næ, sko. En maður er ekkert að fara þarna til að versla, ég er ekkert að kíkja þarna í bónus í Korputorgi. Ég bý Hafnarfirði, ég er ekkert að fara í bónus þangað, sko. Talandi það, sant. Traffíkin á leiðinni, eins og af hana, er bara geðveik. Ef að þú ert að keyra á leiðinni í 5. ágúst, þá ert þú örugglega fastur í traffík í Hafnarfirði. Já, varstu fastur? Þetta gríðan, sko, þetta var það mikið chaos að fólk var að keyra út af. Til að komast framhjá? Já. Hvað, var eitthvað slys eða? Nei, það var bara greiðan allir í sumarfrí og hætti í vinnunni og allt það dæmi, skilur. Já. Og magn. Menn voru bara að keyra út af og ég þurfti að taka shortcut. Já. Tók leynileið. Tókstu leynileið, fórstu hérna á ljósunum til hægri og tókst hana hringtorgið og komst hann upp hjá Atlantsvolju? Eitthvað svoleiðis, já, ég gerði það. Já. En ég gerði þarna hjá afleikarum hjá IKEA. Já, fórstu þar til hægri, þannig að þú fórst fram hjá DHL í Garðabæ, sko. Og svo var fréttablaðið þarna einhvers staðar. Það stóð allan, það var byggingu á fréttablaðið. Já. Sá líka IKEA-lagarinn. Já, þú gerðið mitt fram hjá honum. Já, nákvæmlega. Það er æðisleg leið, ég fer hana stundum. Já, það er nauðsynlegt. Samt keyri ég yfirleitt aldrei þennan veg. Ég fer yfirleitt, ef ég er að keyra, þá fer ég aðra leið. En nóg umferðartal. Óskar, við erum komnir með 40. og 1. þáttur, það ekki? Þáttur 41, mikið rétt. Þáttur 41, við erum búin að vera 40, í eyrum ykkar í 40 þætti. Já, 41 dag. 41 dag. Nei, þú veist, 41 klukkutíma. Og við ætlum ekki að neitt að celebrita það, en við erum bara að minna ykkur á það. Við erum búin að vera hérna og við erum í boði islandpoland.is. Alveg rétt. Það er, ég var búin að gleyma því. Já, við erum það ekki búin að vera að spjalla þetta í fólkum tíma, en við erum ennþá þeir eru ennþá að styrkja okkur, sko. Já. Þannig að við erum... Takk fyrir það. Já, takk fyrir það. En Óskar, ert þú tilbúinn? Eða... Já, ég meina... Í rauninni gerðist ekkert þennan mánuð sem að ég var eiginlega bara að vinna, sko. Ég var að vinna alveg heilan helling, var að vinna á Selfossi líka og var að opna búð þar. Já. Og bara er búin að vera að vinna. Já. Samt ekkert að vinna, skilja.
Aldrei winning, bara winna. Já. En, Óskar minn, ertu tilbúin? Já. Pokémon. Hver man ekki eftir Pokémon? Við allan að munum vel eftir Pokémon. Pokémon hefur verið til í þó nokkur tíma og hefur þróast með tímanum. En að vísu þá Pokémon ekki vandamála laust. Hver hefur ekki lent í því að týna öllum Pokémon-spilunum? Þegar foreldrar manns ætluðu að taka upp þáttinn og gleymdu að íta á rekord. Að skilja ekkert hvað búið að gerast í Pokémon heiminum nú til dags. Að safna spilum og kunna svo ekkert á spilið. Og hvað Pokémon? Hver Pokémon? Og Pokémon til? Við erum lausnamiðaðir vandræðagemsar og leysum vandamál. Við erum tveir loðnir. Mjög flott, rosa flott. Já. En Pokémon, Óskar. Við erum að fara að tala um Pokémona. Já. Og ég, eins og flestir vita, þá ég alræmdur ræningi á Hvolsvelli og stal Pokémon spilum. Þú í rauninni varst bara í Team Rocket. Liggur við. Vorum teimi að stela Pokémon spilum, en við vorum bustaðir og það er einhvers staðar þarna í byrjunum á tveimlóðunum. Þá kemur svo saga fram og meira þess að frá mömmu minni. Hún segir söguna almennilega frá. Já, svona segir sannleikan. Segir sannleikan, hvað raun áttir sér til staðar hana. Já, nákvæmlega. En ég safnaði Pokémon spilum. Já. Ég held að þú gerði það líka. Jú. Ég held að bara, þetta var svona Pokémania. Það var bara Pokémania, það var bara söfnuð allir einhver spilum og það vissi enginn hvernig átt að gera hlutina og það bara myndaðist eitthvað svona bara hreyfing af Pokémon aðdáendum. Og þetta var bara út allan heim, sko. Já. Og ég held að þetta er náttúrulega búið að róast núna, en þetta er samt risastórt, sko. Þetta er ennþá risastórt og maður er ennþá að sjá Pokémona. Ég held sko að þetta sé stæðsta, nú veit ég ekki orðið sem ég er að leita, en þetta er bara stæðsta ever. Þetta er stærra heldur en þetta er stærra en Hello Kitty, þetta er stærra heldur en Star Wars og Disney. Já. Stæðsta franchise. Já, þetta er stæðsta, þú þekkir þetta, þú myndir sjá mynd af Pikachu, þú kannast við það, skilur við. Það veit allir hver Pikachu er. Já. Og það veit allir hvað Pikachu segir. Það er bara Pika. Hann segir bara Pika. Já, hann segir bara Pika. Pika! Og svoleiðis. En þetta er risastórt batteri. Ekkert smá. Ég náttúrulega var partur á þessu og það komu 3-4 myndir allt í einu og var 200 þættir í einhver seri af Pokémonum. Já. Og maður fekk að fylgjast með honum Ösku. Askan maður. Og Ösku tómatsósa. Nei, Ash Ketchum. Já, bara öskufangaran. Við fáum að fylgjast með honum að berjast á móti öðru fólki með einhverjum dýrum og svoleiðis og allir myndu vilja langar að eiga þessi dýr. Já. Og þess vegna fengum við spilin. Þess að við getum safnað okkur eigin dýrum. Já. Áttir þú svona möppu sem bara... Já, ég átti möppu og hún potið einhvers staðar til. Ég væri alveg til í að finna hana, grafa hana upp og gáði að sé eitthvað svona sem hættir að búið til pening með. Já, það er náttúrulega sum spil sem eru dýrmætt í dag. Já, síðan líka að þú átt bara óopinn svona, hvað heitir það, boosterpakki eða? Já. Ef þú átt óopinn svoleiðis, getur þú selt hann á pening? Já, en náttúrulega það er samt það er það þá, það er komin svona billjón serjur, eða flokkar, það komin nýja tegundir. Já, við erum núna ég er aðeins búin að vera einn í þessu. Aðeins, en það var meira en margir, Er það? Þetta er náttúrulega Nintendo. Já, Pokémon tilheyrir Nintendo, eða ekki? Jú. Eða svona, þeir eru vinir. Það er þetta Pokémon Company, heitir það bara bókstaflega,
Ég veit ekki hvort að Nintendo eigi þá, en allir leikirnir og allt þetta dæmi fer þar í gegn, basically. Já. Þannig að ef að kemur Pokémon leikur, þá var það bara Nintendo. Það átti allir Pokémon líka í GameCube, Game Boy, já. Það sem maður var að leysa þrautir. Já. Og vera gæi, cool gæi. Það var bara mjög gaman, sko. Og þar er ég ennþá ekkert öll skiptin partur af. Ég er svona dett inn og út úr þessu. Já, þú veist hvað er í gangi í Pokémon heiminum í dag. Já. Þú þekkir nöfn á Pokémonum sem ég þekki ekki. Mögulega. Já. En ég er samt ekki alveg 100%. Já. En ég skal segja frá einum Pokémon sem hann heitir Obstagoon. Hann er þetta nýjustu Pokémonum. Það vil svo skemmtilega til að þetta er Kiss Pokémon. Í alvörunni, sko. Já, ok. Og það er ekkert í gegnum Kiss eða neitt. Það er Pokémon ákvað bara að búa til Kiss Pokémon. Þetta er basically bara, hann byrjar sem svona lítill refur með stjörnur svona í augunum og er með tungun út og svo basically þróast hann bara yfir í Gene Simmons. Bara einhver gæi í svona brynju og plattformskóm og með tungun út og brjálæður. Sko, stundum held ég, Óskar, að þú búir í svona og í búblunniðinni er bara Kiss og allt sem tengist í. Já, og þú, sko, þess að þú nærða, hvar færðu allar, kemur bara á Facebooki eða á Instagram bara New Kiss, Kiss Pokémon, Kiss Vodka, Kiss Coffee. Er það að fylgja einhverjum gæja sem er með Kiss-fréttinnar á hreinu eða? Já, það er einhver grúppa á Facebook sem að sér allt saman, sko. Ég er ekkert að dissa þetta. Nei, þetta er fyndið, sko. Þetta er bara allt einhvern veginn nærða að tengja við Kiss. Já, ég þarf alltaf við hvert dæki færa að reyna að varpa inn í kosmósið. Já, þú ert að reyna að stækka runni það, já, magnað. En ef að fólk googlar Obstagoon, er það ekki örugglega? Obstagoon, þá basically bara sjá þið hvernig Gene Simmons myndi líti út sem Pokémon. Já. Alveg talað, sko. Já, það er grænmeti spjáni. Ef við förum í þýsku og ensku. Aha. Já. Ég held að Obst sé grænmeti. Ok. Og Goon er náttúrulega vitleysingur á amerísku. Amerísku. Já, ensku. Já. Þannig að þetta er grænmeti spjáni. Grænmeti spjáni. Ég man ekki alveg þýskuna mína, en ég held að það sé grænmeti. Ég fann þennan Pokémon í grasi. Já. Nákvæmlega. Þannig að magnað. Ótrúlegt. En þú veist nýjustu fréttir Pokémona? Ég ákvað alveg að grafa þess í þetta án við, svo við höfum eitthvað að tala um. Já. Pokémon spilið. Þú veist, maður satnaði spilunum. Já. En maður kunni aldrei að spila spilið. Nei, og maður pældi aldrei í því. Ég pældi alveg í því, ég hugsaði bara, hvernig virkar þetta, hvað á maður að gera, maður opnaði einhvern pakka, maður bara, ég fekk taði það, ég fekk hérna bara bíbidubub, og Clefairy, wow, í glansi, wow, og svo fegstu svona trainer, og svo fegstu trainerspil, og hérna svona energy spil. Já, ég hendi þeim alltaf. Já, það vissi enginn. Ekki sem ég þekki. Það var enginn að spila þetta. Nei, ég held að Salomon vinnur okkar kunni aðeins. Já. En enginn annar held ég. En sko, það var enginn bara, heyrðu, ég var að fara heim til mín að spila Pokémon. Þú með þína Pokémon og ég með mína Pokémon og við fyrir að spila. Það var farið í leik samt. Það var farið í leiki. Já. Og þetta var orðið neðanjarðar á skólaplaninu að gambla með spilin. God damn. Já. Ég var í þeirri senu, sko. Þar voru cool krakkarnir á skólaplaninu að kasta spilum, hver náði lengra og svo sem náði lengra fekk að eiga spilið sem hinn kastaði með. Já. Og svo var munnvarp eða eitthvað, þá varstu með hann í munnunum og það flög eitthvað svona og svo sem gæti farið lengra og svo var klapp og þá klöppuðu, allir high five og svo spilið sem lenti ofan á vann. Já. Og þetta kemur líka bara frá svona gömlum dæmið, það hétt eitthvað Pox heitir það var sama svona kerfi, það var safnað einhverju dóti og svo var gamblað með það í einhverju spili svona leik. Já,
Þetta var einhvern hvernig við spilum þetta út að við kunnum ekki hitt. Já. Svo voru aðilar sem voru að svindla, sko. Já, hvernig það? Í neðanjarðar senn á Hvolsvelli, sko. Það voru sumir sem voru límdu á spilin sín, hann hefur verið þyngri, hann myndi kannski ná að kasta því lengra, sumir fölsuðu spil og gömbluðu með þeim. Í alvegni? Já. Tóku það bara kannski energy spil og lítið eitthvað annað framan á? Já. Vá. Já, það var gert og svo bara hérna kasta, bara, já, ég tók að kasta fyrir þig, svo bara, og það bara, flugu öll spilir, lendu, og hann kannski vann, svo vann maður kannski, og svo bara sá maður að spila, og bara flaggan, maður bara, hvað, þetta bara, hérna, energy eða eitthvað, og hann bara, ekki þú, lúði. Já, mitt markmið var alltaf að safna, sko, öllum glansspilunum. Glansspilunum? Ég held að þau verið best, sko. Þeir voru þið eitthvað betri en hinn? Ég veit það ekki, sko. Nei, ég held að það hefur bara verið svona stæðsta þróunin. Já, og svo bara var það fallegt. Já, ég held að. Já. Ekki að ég kunni það, sko. Því að ég kynnti mér reglurnar aðan. Já. Bara svona, ég horfði á heilt vídeo og ég var að vikina þetta gæti verið gaman, held ég. Ég ætla að fara aðeins lauslega yfir þetta. Ég veit ekki neitt datt út, þetta er ógeðslega, flókið. Ok, hver spilari er með 60 spil í svona stokk. Já. Og þá er yfirleitt 30 af þeim spilum svona trainerspil og trainerspilin eru held ég þannig, ég held að geti gert alls konar og sem má hafa 6 Pokémona í einu. Það er bara reglunar alltaf, bara þú ert með 6 Pokémona, bara berst með einum og svo skiptist þetta út. Ok. Og þú þarft alltaf að vera með sko minnstu hjallinn, eins og ef við tölum bara Pikachu, þá þarft að byrja með hann. Og ef þú átt Raichu spilið, þrónin, þá, ég veit ekki, það að setja ofan á til að hann þróist. Þurftu að þróa þá í miðju spili? Já, skildist mér á vídeóinu. Og þegar þú gerðið það, þá hafður þú aðgang að fleiri árásum. Og nú farið að vita loksins hvað energy spilin gera. Já. Því að ég vissi aldrei. Þau eru basically peningur. Já, þú þarft að borga energy til að fá kallin út, eða ekki? Þú þarft að borga energy til að gera árásina. Já. Eins og kannski ein árás kostar 30 og ég held að hvert energy sé 10 eða eitthvað. Þá þyrftir að setja 3 spil fram. Já. En samt máttu bara setja eitt energy út í einu. Eitthvað svoleiðis. Þú varst ekki að fylgjast með? Nei, ég veit ekki það. Síðan þetta mun degi út eftir smá. Já. Já, svo eru trainerspil sem að geta gert alls konar. Þarna var ég farin að minnka áhugan á að tjá mig hvað þetta spil, já nákvæmlega. That's it. Já, aldeilis. Sko, þetta er nú ekki ósvipað og spilið sem heitir Magic the Gathering. Sem er svona með því fyrstu svona fantasíu spilum. Já. Og ég spilaði það. Ég hef spilað það og það var datt svona smá þing á Laugavatni þegar ég var þar. Já. Það voru ofta að spila Magic the Gathering og það er alveg svolítið svona þannig að þá ertu bara með spil, þú þarft að vera með svona dæmi, þú þarft að borga fyrir spili til að spila því út. Já. Þú máttir samt alveg vera með endalaust að spilum og svoleiðis, og núna er búið að banna sum spil, það má ekki nota þetta spila því að það er of gott eða eitthvað svoleiðis. Og eflikt. Og það kemur ný spil á hverju ári. Það er bara nýtt season. Já, ok. Og ef það ætlar að keppa í einhverju tournamentu þá þarf þetta að eiga nýjustu spilin, nema að það sé að spila kannski 2020 seasonið eða eitthvað svoleiðis. Má ekki blanda þessu saman? Nei. Nei, ok. Jú, það er alveg gert sko að þú ert að spila bara með viniðinum, skilurðu. Já. En yfirleitt ekki. Þá að því að sum spil eru kannski of öflug með þessu spili, þá er það svolítið svindl. Svolítið overpowered. Þannig að það verðist vera svona spinn á því. Pokémon segði þetta. Pokémon er svolítið bara, já, það er byggt á fantasíu spilum, sko. Það er tilálið þó nokkur. Síðan er ég myndi að pæla hvort að þegar Pokémon kom, þá vildu allir vera Pokémon. Það kom þetta Digimon sem ég vil ekkert. Nei, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, já. Það er einstum með spil. Já.
og það læti mig halda að maður spilar örugglega svipað Já. og svo var þetta Beyblade dótari það var cool sko. Er það cool? Ég að fylgja sumum á TikTok sem að gera Beyblade-vídeó sko. Núna, já, ok Já, og veistu hvað er cool? Nei, það er ekkert cool en það er ógeðslega gaman að sjá þetta svo kling, kling, klong, kling, klong, kling, klong, kling Er þetta ekki einhvers svona arína sem þetta svona spinna gurnum inn í eða eitthvað? Jú, þetta er svona það er svona unit og þú setur svona, hvað á maður að segja Pökk eða eitthvað Þetta er svona Kringla, já, þetta er kringla og þú setur kringluna í unit eða dæmi sem þú tókar í spotta og þá snýst það í hringi og þú ert að gera árásir á aðra já. Og svoleiðis og það er bara tveir og ég spilaði þetta með heima og hann félagi minn átti eitthvað, maður þurfti að eiga svona skál til þess að geta spila þessu í og við leikum okkur aðeins með þetta, hann satt óta brót en þættirnir voru, sko þættirnir það er vandamálið já. Sko finnst mér Pokémon eða allt hitt? Allt bæði, já. Bara Beyblade þættirnir voru bara, bara þeir gerðu eitthvað svona bing, og svo fór þetta í gang og þá kom einhver dreki út sko bara, og hann segi bara do this attack og fyrir að gera eitthvað svona þvílíkar árásir og eru alltaf í kringlunni samt? Já, það er bara, það búa drekar og aðrir verur í kringlunni. Já. Í Stjörnutorki í kringlunni. Og ég meit, nákvæmlega. En það var Beyblade, maður bara, wow, geða töff. Og svo fyrir maður að gera eitthvað sjálfur, þá er það bara svo anticlimactic. Já. Þetta er bara, þú bara, Þetta er svona real life útgáfan. Já. Ég er reyndar, aftur á Pokémon, þá var ég alveg í real life Pokémon, sko. Já, og það, varstu bara fórst að góma gæsir? Já, já, líka við, sko. Já. Ég bara tók kúlur og kastaði í gæsir þarna daginn. Sem þú áttir. Já. En já, ég gís þig. Varstu, ok, já. Þú varst í real life Pokémon, varstu að nota frændaðin til að... Ég kalla þig Pikachu. Fannar, farðu að lekta Pikachu. Var það svoleiðis, eða? Vá, núna vildi ég að hefði verið svoleiðis. Bara hann eitthvað með rauða kynna bara alla Pika já, ok hvernig varst þú í real life Pokémon? Þetta var svona fyrir tíma Pokémon Go já sem sagt, ég fann að það var verið að selja svona innan gæslappa alvöru Pokékúlur já og ég fór að fanga skordýr í kúlunar og hérna og geymdur þessu í kúlunum og svo bara dói þetta hann á ný sumar gerðu það, já, að vísu. Það var samt sko, það voru göt, svona loftgöt, en það var greinlega heilla til að fanga skordýr og eitthvað. Ég náði einu svona að fanga geitung. Já. Ég setti geitung í svona kúlu. Já. Og ég var svo döm að ég bara held að þetta væri minn Pokémon núna. Þannig ég bara eitthvað, geitungur, ég kýs þig. Kastaði kúlunni upp í loftið, hún opnast. Svo náttúrulega fyrir geitungur að elda mig og ég bara hleypinn og þannig var súsa. Ég fann aldrei kúlun aftur eftir það. Já. Þá hætti ég að vera Pokémon þjálfari. Það er leikferillin í Pokémon þjálfari. Eiginlega, sko. En sko, eins og með bara Pokémon þættirni voru rosalega bara wow, bara geðað grænt og allt svo fallegt og svona safna einhverjum Pokémonum og berjast við og það heimurinn snerist bara Pokémon. Já. Og svo þegar við tökum þetta að okkur, bara ok, við setjum spilum, en síðan langar mér bara, af hverju er þetta ekki til? Já. Og það er ekkert svoleiðis. En svo kom Pokémon Go, sem gerði þetta svolítið aðeins, hvað maður segja, raunverulegra. Þetta er held ég eins mikið og við getum gert þetta að alveg dóti. Þú veist, það er náttúrulega komið virtual reality, Óskar, við getum mjög að fara í Pokémon þar. Ég held sko, ég hef ekki farið í Pokémon Go lengi, en ég held núna að Pokémonir eru actually, getið falið svo bak við veggi og eitthvað, skilur hvað ég meina? Skanna, þú veist, þú skanna kannski umhverfið með símanum. Já, þannig að það kemur svo bara eitthvað svona Pokémon hoppar upp á borðið og eitthvað svo leiðis. Þetta er svo mikið steypa, sko. Þetta er svo svakalegt, sko. Sko, ég spilaði Pokémon Go. Já, lengi eða? Nei. Þar til að ég fattaði
fann leiðir til þess að svindla nánast, að þetta var alveg gott konsept til að fara út að ganga. Þú varst með einhver egg í vasanum og þurftir að labba ákveðin skref til þess að það klekkist út. Og ég bjó á Hólmavík. Það voru ekkert margir Pokémonar á Hólmavík. Nei, meinar. Nei. Og þannig að það var ekkert, svo bara föttuðu það, við getum bara farið á rúndin. Já, nákvæmlega. Þá fengum við skref og við gátum fangað Pokémona í leiðinni. Og svo var GPS ekkert sérlega gott á þessum tíma, þannig að maður stundum að labbaði bara yfir eitthvað fjall. Bara óvart, bara kallið bara og því að hann fann einhver snitin þar eða eitthvað. Og það bara allt innu klekkjast eitthvað 3-4 egg og ég bara, nice. En svo eitt staður og svona battlestaður sem maður gæti verið að ráðast á eitthvað. Það var ekkert mikið að vera, skilur. Nei, það meira að vera inn í Reykjavík, sko. Já, hefur þú okkar spilað Pokémon Go eitthvað nýlega? Ég gerði það í fyrra. Það var á Selfossi. Ég ætlaði að fara í svona motivational göngu út í skógi. Já, út í skógi. Já, hann að réttur á Selfossi. Já. Og ég var að hlusta á einhverja motivational bók eða podcast eða eitthvað svoleiðis. Síðan allt í einu bara langaði mér að fara í Pokémon Go. Þannig ég enda á að vera bara í klukkutíma í Pokémon Go í staðan fyrir að hlusta á eitthvað motivational og gera eitthvað betra. Já. En ég fangaði fullt af Pokémonum og það var gaman. Já. Þetta er alveg gaman, sko. Þetta er alveg mjög skemmtilegt en þetta er bara það sem finnst mér leiðilegt við Pokémon er hvað það er komið rosalega mikið af nýjum Pokémon. Já. Upprunalega var þetta eitthvað 300 stykki, sko. Nei. 500 eitthvað stykki. Nei, þetta var 151. 100, meinti það. 100 eitthvað stykki. Þegar við vorum krakkar, þá var þetta bara allt og sumt. Já. Og það var þægilegt. Það var þægilegt. Þú þekktir alla og allir voru viniðinir. Og svo allt í einu, bara nokkrum árum seinna, þá bara bættist eitthvað bara fullt af Pokémonum við. Já. Maður kannast ekkert við þá. Nei, og eins og segi, ég er alveg í þessu en ég er ekkert of mikið í þessu, þannig ég veit ekki mikið. Já. En þeir eru orðnir mjög margir og þú veist, þetta er Generations. Veist, við vorum fyrsta Generation. Ég held að núna sé Generation 8 eða 9. Já. Og það bæðast alltaf mismargi við, en alltaf slatti, sko. Já. Það, veist, sko, það er engir þættir, það voru þættir fyrir Generation 2, held ég. Þetta er ennþá í gangi, sko. Þættirnir? Já. Það kom í fréttunum að Ash Ketchum árið 2019, september 2019, þá loksins náði hann að vinna Pokémon League. Já, það tók hann hvað mörg ár? 10-20 ár? 20 ár, en hann er samt búin að vera 10 ár allan tíman. Vá, magnað. Já, pínu pirrandi, sko. En sko, mér finnst samt pirrandi að vera að bæta í eitthvað, þetta var alveg virkað alveg, hann hefur ekkert að halda áfram. Já, hann líka bara, Ash er svo lélegur Pokémon-þjálfari. Já, það. Hann einhvern veginn, hann fangar bara nokkra. Já. Og svo heldur hann þeim bara, og ekki. Hann stundum bara skila þeim bara, heyrðu, þú gerir gott, bara vertu frjáls. Já, hann notar hjartað, Óskar. Sko, hann notar hjartað. Ég er með þetta í tölum. Já, má ég sjá. Sýndu mér. Það er hann á einhverju blaði. Já. Sko, Ash á 76 Pokémona og 30 af þeim er Tauros, sem er basically nauta Pokémoni. Hann á 30 svoleiðis, út af hann var eitthvað að redda einhver málum, ég man ekki hvernig það var. Og þeir eru bara geymdir út í garði hjá Professor Oak. Já. Þannig í rauninni á hann þá 76 mínus 30, það er 46, quick math. Já. Og þú veist, meðan hann á 76, veistu hvað ég á marga? Hvað áttu marga? Ef við tölum bara töluleikina. Já. Samanlagt á ég 582. Pokémona? Já. Og ertu þá okkar betri þjálfari? Já, ég er búin að vinna nokkuð Pokémon League meðan hann er bara búin að vinna 1 og það tók hann 20 ár. Já, en ert þú eitthvað að segja verð blessaður, vinur minn, verð blessað? Nei, ég geima það í tölvu. Já, nákvæmlega, það er bara að þú geimir þá í tölvu. Þeir fá ekki svona að sprikla úti. Nei, nákvæmlega. Ég er kannski með 2-3 í deikir. Já, í pössun. Já. 2-3 af 500 og eitthvað. Já. Menn ertu að geima hina allar kúlu. Já. Ég er ræðileg manneskja. Já. En, sko, Pokémon,
Þú veist, eins og ef við tölum lendir, það voru allir að horfa á þessa Pokémon þætti. Já. Bara allir. Það voru allir bara að missa sig við Pokémon 2000 myndinni. Mér er svo geðveik á sínum tíma. Og það vissu allir hvað Pokémon, en sem, sko, í foreldrarnir, þeir voru ekki alveg að skilja hvað var í gangi. Nei, ég held ekki, sko. Ég held ekki. Allt í henni kemur bara eitthvað þing sem að springur í tætlur, sko. Já. Ég hef aldrei séð neitt gerast. Nei, Fortnite er ekki einu svona stort, sko. Sko, þú veist hvað Fortnite er. Já. Skilurðu. Já. Og foreldrar fatta að Fortnite er tölvuleikur. Já. Þau skilja kannski ekki alveg áhugana á skinnum í tölvuleiknum, en þeir skilja að það sé tölvuleikur. Já. Pokémon voru teiknimyndir. Það voru teiknimyndir, tölvuleikir, spilin, það voru dót, það var allt Pokémon. Handklæði, bara whatever. Já, og allir krakkar elskuðu Pokémon. Já, og maður mátti ekki missa á þætti. Nei. Það bara var hræðilegt. Það var hræðilegt. Og þannig að það er svo sem erfitt að komast inn í þá senu að skilja krakkan sinn hvernig hvað málið með Pokémon. Já. Maður spyr, hvað er Pokémona? Pokémon, allir bara get flötti. Allir Pokémon, I send you a picture. Æsli Pokémon. Og það fórlega fengu enga útskýringu hvað Pokémon var. Nei, ég man að ég fór með mömmu mína á 3. myndina. Já. Hún svaf eina á tíman. Mér er svo góð samt. Já, þú varst alveg bara Pokémon. Ég elskaði Pikachu. En þegar ég var 16-17 ára, þá var Pokémon eiginlega bara búið, náttúrulega. Já, á Íslandi. Þú veist, eða þetta dæmi, það náttúrulega. Og ég ákvað að horfa alla þættina aftur. Já. Fyrstu seríuna. Ég er ekki fara að horfa á Ég held að sé að þetta í 30 seríu, sko. Og það er 200 þættir í hverju seríu, sko. Sko, fyrsta generation eru mínir vinir, skilur. Ég þekki ekkert og það er ekkert vinir mínir. Nei. Og ég vill ekkert kynnast þeim. Brókunir. Ég vill ekki kynnast þeim. Nei. Þetta er líka... Það er bara óskiljanlegt. Þetta er líka, mér langar bara að koma inn á þetta. Það eru nokkri, út af það eru orðin svo margir. Já. Þá náttúrulega hugmyndaflugið farið að dempast aðeins. Það eru 3 gaurar. Það er 1 Pokémon sem er ís í brauðformi. Já. Og ég geti eiginlega ekkert sagt meira um það. Nei. Ís í brauðformi. Nei. Pokémon. Já. Svo er annar Pokémon sem er lyklakipa. Já. What? Já, hann bara er lyklakipa. Það sé ekki draugur eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Og svo er annar Pokémon sem er bara 1 tannhjól. Já. Heiti Kling. Já. Og svo þróast hann. Þá var hann 2 tannhjól. Hvað heitir hann? Kling? Nei, þá heitir hann Klang. Og svo þróast hann einu snenn. Þá var hann 2 tannhjól og 1 stórt tannhjól. Já, og þannig að Klong. Nei, Kling-Klang. Og það var svona, ok. Já, þannig að vinnan þetta er ekki eins, skilur við. Nei, þetta er orðið rosalega mikið, sko. Já, og ég horfði á þetta allt aftur. Ég ákvað bara að taka þetta. Og ég var bara, þetta er svo góðir þættir. Fyrsta sérían er geggjuð, sko. Bara, og maður fer að gráta, maður fer að hlæja, maður myndar tengsl við þessa Pokémona. En ég skil alveg af hverju það er svona auðvelt fyrir krakka að detta inn í þetta, því þetta er svona fantasía, þetta er svona fagurt og fallegt, það er ekkert vondukallanir, Team Rocket sem misheppnast alltaf. Og það er bara signum mann í leksju, maður á ekki að vera vondur. Já. Og þannig að Pokémon kynslaðan er bara öll góð. Já, það held ég. Já. Allan að 2 loðnir. Já. Og þannig að, en sko, hver er uppáhalds Pokémonið þinn? Það er kannski ekki vinsæl skoðun, en Charizard. Mér fannst hann alltaf bara langsvalastur. Og það bara breytist aldrei. Mér finnst hann ennþá svalastur. Já, skil það. En hvað með þig? Það er, sko, fyrst það var örugglega Pikachu. Ég held að potta þetta eitthvað. Eða Squirtle. Já. Svali Squirtle sem var með sólgleraugun. Já, hann var töff, sko. En síðan, sko, eftir seinna áhorfið mitt, þá var það Ditto. Já.
mér finnst hann cool. Hann er líka allir, basically. Já, hann getur breytt sér í alla. Já. Ég þól ekki trúðinn, mér finnst hann leiðilegur. Nei. Mime, heitir hann ekki? Mr. Mime. Já. Og mér finnst hann bara færi töðan á mér. Já, hann er pirrandi, sko. Hann er mjög pirrandi. Og síðan líka í dag, þá eru komnar nýjar útgáfur af gömlu Pokémonum. Þetta er eins og, þú veist það, til Mr. Mime, segjum bara í öðru landi, eða ég held meira að það make sense, þá lítur hann öðruvísi út þar. Þá er hann meira svona trúður heldur en Mime gæi. Af hverju var að flækja hlutina? Ég veit ekki, eins og mannstættir Pokémon sem heit Woolpix eða eitthvað svoleiðis, svona eldhundur. Já. Einhvers staðar annar staðar, þá er það svo sami nema íshundur. Já. En lítur eiginlega alveg eins út, nema bara ís í staðinn fyrir eld. Sko, þeir eru bara að skemma þetta. Ég þarf að senda þeim tölvupóst. Já. Ég þarf að senda þeim tölvupóst. Þeir munu örugglega hlusta. Nei. Já, Jú, þeir hlusta örugglega. Já. Á okkur? Já, á tvo loðni. Bara, yes, hello, my name is Chris Brugger. I'm representing from two hairy ones. I would like to say, what are you doing? Yeah. We were just talking about Pokemons and we love the old things. Just keep the old things. Yeah, just erase all the rest. Yes, yes. Makes sense. En þú ert með einhverja handa spurningar, Óskar? Ég er með spurningar handa þér. Já. Ég er nefnilega pæli að koma með spurningarleikin aftur, sem voru með í gamlan daga. Já. Í þá gamla góða daga. Já. En áður en við gerum það, mér langaði að spyrja það einu. Já. Ef að þú erir ráðinn af Pokémon eða Nintendo eða hvernig sem maður segir. Já. Hvernig Pokémon myndið þú búa til og hvað myndi hann heita? Þetta er virkilega góð spurning. Já. Skemmtileg pæling nefnilega. Hvað, mætti búa til það mætti Pokémon? Bara að vera hvað sem er. Sko, ok, ef ég myndi búa til Pokémon sem eru sko nýjustu seasoninu, í þessu generation, nýjasta generation, þá myndi ég búa til stól. Já. Ég held að það sé ekki búið að gera það, sko. Nei, svo myndi þróast í sófa. Já. Og svo myndi það þróast sko í 3 sæta sófa. Ok, og hvað myndir þú skýra? Það myndi Sitter. Og svo síðasta nafni var Big Sitter. Það er geðveikt. En ef það væri í sama sko, og það sem ég þekki sko, þá held ég að ég myndi búa til örugglega Vass-Pokémon sem væri sko, það er allt til þannig að þið náðu öllum dýrunum í sjónum. Það var stjörnufiskur þarna, það var krabbi. Já. Það er sko, það er komið Pokémon sem er kórall eða svona. Já, ég væri til í eitthvað nýjan þannig. Sko það er líka til að ógeðslegu dýrin sem að klessast upp í steina. Já. Voru með svona munn, veistu hvað ég tala Já. Hvítar skeljar með svona munn. Já. Ógeðslegt. Það er komin þannig Pokémon. Já. En hvernig, en þú, Óskar? Ég? Já. Ég ætla að vera að geta unoriginal og segja lampi, en það er búið að gera það. Já. Man ekki alveg hvað hann heitir. Þetta er, ég myndi ekki hafa kött. Ég myndi hafa einhvers konar tígristýra og svona lúk. Það er til köttur. Já. Team Rocket. Hann verður tígristýr. Já. Ég myndi kannski Rusluna. Það er til Pokémon sem er rusl, bara ruslapóki. Já, það. Já, svo þróast hann og verður ennþá stærri ruslapóki. Þið pottið sitja bara á skrifstónu sinni og horfa í kringum sig. Já, það er hérna dós. Já. Svo þróast í málm. Já, málm. Make sense. Heitir Malmkan. Ég var að gera bara núna, horfa í kringum úr. Það eru 2 bollar og ég bara, já, bolli. Og það er Pokémon sem er bolli. Í alveg tala. Hvað er þá bara Askett sem að fanga það inn í eldhúsið eða? Bara, nei, hnífurinn er að ráðast á mig. Pokékúla. Það er Pokémon sem er sverð, sko. Já, ok. Og svo þróast í skjöld og sverð. Förum bara í spurningana. Já, mér dettur ekkert í hug, það er allt komið.
Já. Má ég sjá? Ok. Ert þú tilbúin? Já, er ég tilbúin? Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Ok. Hvaða ár kom Pokémon fyrst fram? A. 1988 B. 1996 C. 2000 eða D. 1998 1998. Nei. 1996. Já, það er rétt. Ég er rétt, vissi það. Það var bara trick question. Já. Hvað heitir nýjasta Hvað heitir nýjasta kynslóðin af Pokémon? A. Sem að Generation 1 er við eða Red and Blue A. Red and Blue B. Diamond and Pearl C. Sword and Shield eða D. Black and White. Það er rúglega Sword and Shield. Það er rétt. Ég vissi allt hitt, sko. Ég kannast það. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Hver er Pokémon nummer 25? Er það A. Blastoise B. Obstagoon C. Pikachu eða D. Pinsir? Blastoise? Nei. Pikachu? Það er Pikachu. Hver er nummer 1? Bulbasaur. Og Charizard er nummer 6 eða 9. Held nummer 6. Ok, næsta. Síðasta spurning. Þegar Pokémon byrjaði voru til 151 Pokémonar. En hvað eru margir í dag? A. 386 B. 1003 C. 649 eða D. 898. 649. Það er rátt. Það er D. 898. Já. Það er þannig kallið minn. Þannig að fjall ég á prófunu? Já. Nei. Er ég ekki Pokémon klár? Þú ert Pokémon meistari. Er ég Pokémon þjálfarinn? Já. Ég held í alveg talað að ef að fólk searcha mig á já.is þá kemur annarkvort Óskar Eir Hansson Pokémon þjálfari eða Pokémon meistari. Já, það. Ég þarf kannski að fara að breyta því. Eða ekki, það er cool. Ég er krókódíla veiðari. Hvað ertu búin að veiða marga? Engan sko. Það eru svo fáir krókódílar á Íslandi. Já, reyndar. Það var enginn hringt í mig og spurt mig ertu til að koma að fanga hann á krókódíl? Það er pottitt einhverstaðar krókódíl á Íslandi. Nei. Í einhverju búri held ég. Nei. Ég er með þetta allt hérna niður njörfað. Að lók og læs og allt í stáli hérna hjá mér sko. Það er bara svoleiðis. Já. En herðu Óskar minn. Ég held að það sé komið tími á okkur. Ég held að. Allt í lagi. Þá bara verðum við að segja að við vorum boði islandproland.is. Já. Endilega kíkja á stöffi þeirra á islandproland.is. Bara takka þér fyrir þáttinn Óskar minn. Já, það er gott að vera komin aftur. Gott að vera komin aftur á kunnulega staði. Og ég held það bara. Bara happy hunting í Pokémon Go. Já, nákvæmlega og gangið vel að veiða krókódíla. Já, þannig ég vil bara minna fólk að follow okkur á Instagram, Facebook, TikTok og subscribe og follow. Já, og símanúmerið 7922225. Ég hef ekkert kíkt á það. En ég held að það getur verið að bara orðið óvirt. Já, ég þarf að setja innegna á það, en það voru enginn að hringja í okkur, hvað sem það vil enginn tala við okkur. En ef ykkur langar að hringja, þá bara endilega hringið en með líka senda okkur línu. Já. Þannig að bara eigið þið æðislegan, fallegan dag og bara takk fyrir að hlusta. Takk fyrir okkur. Njótið sólar. Já.